Jæja, góðan daginn. Hvað segir, það hérna fullt af fólki komið, mætt til að hlusta á fyrstu kynninguna hjá okkur. Og spurning hvort við gefum fólki aðeins kannski 1 mínútu svona til þess að koma á fundinn. En eins og þið kannski vitið þá stendur til að vera núna með svona örkynningar á svona lausnum sem við höfum verið að vinna að, undanfarið ár eða svo. Og það svona verið að setja þetta upp hjá nokkrum sveitarfélögum og byrja að prófa. Þannig að okkur langar að kynna þetta fyrir ykkur og þess vegna var hugmyndin að halda svona smá örkynningar aðra hverja viku. Og þetta á bara að vera svona stutt, mestalagi hálftími. Og við viljum að reyna að halda okkur fast við það. Og við byrjum á því að kynna vöruna og síðan eftir kynninguna að þá opnum við fyrir spurningar og svör. Þannig að það verður gaman að heyri ykkur og vonandi njótið þið vel. En í dag ætlum við að kynna eitthvað sem heitir kortalausnir í síma. Og við ákveðum að til þess að vera svona, bara þannig að við værum ekkert að birta einhver gögn sem ætti ekki að vera sjást eins og einhverja kennitölur eitthvað svona og þú veist að taka þetta upp á vídeo áður en deginum áður eða eitthvað svoleiðis áður en kynningin fer af stað. Þannig ég ætla að sýna ykkur núna vídeo sem var tekið upp í gær og þar sem við förum í gegnum kerfið og við hlustum bara öll á það og síðan kem ég aftur og við opnum fyrir spurningar og svör. Þannig ég ætla bara að byrja. Heyra ekki allir ágætlega? Já, ok, ég geri ráð fyrir því. Já. Þannig ég byrja bara Góðan daginn. Sigrún heiti ég Gunnarsdóttir og ég og Anton Stefánsson ætlum að sýna ykkur í dag nýja þjónustu sem við erum að reyna að koma. Fyrir ekki, nú sjáu þið ekki neitt Já, hérna þetta. Þjónustu sem við köllum kortalausnir í síma. Þetta rauninni svona þjónustur sem að bjóða upp á að kaupa ákveðna aðgangsþjónustu, aðgangskort af einhverju þjónustu sem að sveitarfélögin að bjóða. Það sem ég ætla að sýna ykkur í rauninni bara hluti af hvernig við stillum upp þjónustunni og hvernig við tengjum hann inn í bókhaldið hjá okkur. En svona aðeins að fara yfir hvað og hver þessi þjónusta rauninni gerir. Þetta rauninni kannski ekki bara einhver ein þjónusta, þetta rauninni þjónusta sem tengi saman nokkur kerfi sem að vinna saman. Sem rauninni svona sjálfstæð lítið kerfi og þetta rauninni þjónusta sem við erum að tala um svona litla kerfiseiningar og þær tengjast allar samskiptamiðju. Þessi samskiptamiðja að senda á milli kerfana gögn til þess að rauninni allt þetta fljóti saman. Og við getum byggt upp þjónustuna eftir okkar þörfum. Það rauninni misjafnt hvaða tæki og tól við viljum rauninni að þjónusta noti. Til þess að útskýra þetta betur, þá ég með mynd. Og þá ég að sýna rauninni aðal hjartað í þessari þjónustu þessi samskiptamiðja. En við byrjum á að setja upp þjónustuna í sveitarstjórnum eða í Business Central. Og við notum til þess kerfiseininguna Sveitagátt. Þar skilgreinum við hvernig þjónustan á að líta út, hvað tegundur þjónustuna og hvað hver þjónusta kostar. Við erum alls konar afsláttarkjör og síðan rauninni hvernig færslurnar eiga bókast í bókhaldið. Og síðan við, og þetta svona það sem við köllum bakendan. Síðan við með framendan og það það sem við köllum vefsölugátt og það það sem birtist notandanum. Og þar koma upp þær þjónustu sem í boði og Anton ætlar að sýna ykkur þann hlut á eftir og þar verslar notandinn þjónustuna sem hann ætlar að kaupa. Til þess að versla þjónustuna þá þurfum við að fara í gegnum ykkur að greiðslugátt. Og við erum í dag að vinna með Valitor
en höfum hugsað okkur í framtíðinni að vinna með bara þær þjónustur og þær greiðslugáttir sem í boði. Við, til þess að fá afsláttarkjörin, að þá þarf viðkomandi að auðkenna sig og við notum þjónustuna hjá Ísland.is til þess að auðkenna einstaklingana. Nú, þegar notandinn búinn að versla sér þá þjónustu sem hann vill og segjum að þetta sé sundkort, þá fær hann svokallað rafrænt auðkenniskort sem hann fær sett upp í símann. Og það í rauninni gert í gegnum ákveðna þjónustu sem býr til þessi kort og þar sem haldið utan annarkvort fjölda skipta eða einhvern gildistíma. Og þar í rauninni svona ákveðin kóði sem við notum til þess að rauninni við þurfum að skanna okkur og þá mismunandi eftir því hvort að við séum með eitthvað hlið eða hvort við séum með skanna í iPad eða það eru allar mögulegar útgáfur af þessu og þannig að við þurfum í rauninni að tengja þetta við þá þjónustu sem við erum með og síðan í rauninni berum við síman upp að þessum skanna til þess að telja niður á þjónustun okkar. Nú, síðan erum við oft með kassakerfi þar sem við í rauninni segjum að við séum í sundlaug, þar sem við erum með þjónustu við notendurna okkar og þar erum við einnig að bjóða upp á það að við getum keypt þessi kort í gegnum kassakerfið og þar getum við einnig notið allan þann afslátt sem við fáum, þannig að rauninni verðin bara sett upp í sveitarstjórunum og það tengist í rauninni bara inn í samskiptamiðinu og sækir allar upplýsingar en notandinn þarf að gefa upp netfang til þess að fá senda póst með merki sem hægt að skanna til þess að fá kortið í símann sinn. Og við geymum þetta kort í símanum í svokölluðu veski, rafrænu veski, ekki ósvipað því og við erum með ökuskírteininn okkar. Og hérna ég með mynd af kassakerfinu og þá getum við náttúrulega versla bara eins og venjulega einskiptismiða eða hvað annað, en þetta líka möguleiki á að versla árskort sem að fer í rauninni í símaninn. Nú langar mig aðeins að sýna ykkur inn í kerfið, sýna ykkur inn í bakendann, hvernig við stillum þetta öllu saman upp. Við erum hérna með tegundir vefumsókna og þá erum við rauninni með, í þessu tilfelli erum við með sundkortvæs, bókasafnvæs og endurvinnslukortvæs. Nú sundkortvæs, við ætlum að skoða aðeins betur inn í það. Þar erum við með, ef þið sjáu hérna, þessi kóði í rauninni bara kóði fyrir okkur og það sér hann í rauninni enginn. En þessi texti og þessi texti hér sá texti sem sést í rauninni í vefgáttinni eða í vefþjónustunni sem Anton sýnir ykkur betur á eftir. Við ætlum að bjóða 10 miða, við ætlum að bjóða 30 miða, við ætlum að bjóða áskort og við ætlum að bjóða miða. Og þetta sá texti sem sést í rauninni í vefþjónustunni. Og við gefum upp þetta sé ákveðið verð á þessu og það gildir fyrir ákveðin tíma. Við viljum að það krefjist, við getum sagt eins og til dæmis að með áskort að það rauninni notandinn getur ekki keypt áskort nema hann sé búinn að auðkenna sig. En rauninni viðkomandi getur keypt 10 miða, 30 miða og stakkan miða en þá borgar hann bara fullt verð. Ef hann aftur á móti vill fá afslátt og á í rauninni rétt á afslætti, þá þarf hann að auðkenna sig og þá förum við rauninni eftir afsláttarreglunum. Nú ætla ég að sýna ykkur aðeins inn í afsláttarregluna. Þá ég hérna með afsláttarreglu sem heitir sund. Og þá erum við að bjóða upp á það að við getum stillt út frá aldri, að rauninni allir sem eru frá aldrinu 0 til 17 ára, að þeir fái ákveðina afsláttar prósentuupphæð eða lágmarksupphæð, við getum einnig haft það þannig. Og við segjum að þetta gildir frá og gildir til. Nú einnig getum við krafist þess að viðkomandi sé búsettur í sveitarfélaginu, annars fá hann ekki þennan afslátt. Og eins þetta til dæmis með eldri borgara, við gefum þeim hérna 100% afslátt
en við viljum að þeir rauninni sé búsettir í sveitarfélaginu. Allir sem að hakað við það. Nú, við erum líka með einstaklingsafslátt og það á við alls konar ýmislegt sem kemur til. Hérna er ég rauninni að bjóða upp á einhverja frístund og ef við skoðum þá getum við skilgreint kennitölur viðkomandi einstaklinga sem að falla undir það. Og hérna er ég búin að skilgreina hann Anton sem ætlar að sýna okkur hérna eftir. Hann fær afslátt af því hann er í frístundaafsláttinum og fær þar að leiðandi, ef við skoðum hérna betur, 50% afslátt. Ég aftur á móti er hérna væsborgari og ég fæ einnig afslátt, en ég fæ það vegna þess að væs að bjóða starfsmönnunum afslátt og það þýðir að í lok hvers mánaðar að þá öllum færslunum safnað upp og búinn til svona safnreikningur á viðkomandi viðskiptamann. Fyrir frístundur aftur á móti og það annan svona stuðning sem að sveitarfélagi hefur, þá einnig safnað upp í lok annaðhvort hverja viku eða hvers mánaðar eftir því bara hvað fólk vill, að þá rauninni búið til færslubók þar sem við rauninni millifærum frá einni deild yfir aðra. Nú, ég var ekki alveg búin. Við getum til þess að birta þjónusturnar á vefnum hjá okkur að þá getum við ákveðið röðina og við ætlum að rauninni raða þó að við höfum hérna miðan neðst að þá viljum við að hann birtist efst. Þannig að við rauninni ráðum þessu hérna fram og tilbaka og rauninni bara leið og við breytum hér að þá breytist það á vefnum. Nú kortin, þau geta verið annarkvort skipti eða mánuður og við þurfum að tilgreina hvað mörg skipti eða hvað langur gildistíminn er. Eins og þið sjá, þá er ég með 30 skipti, 10 skipti og 12 mánuð. Við erum líka að tengja þetta við sendirakassakerfið og þá þurfum við að vita hvaða forða kassakerfið með til þess að tengja við rauninni verðið og rauninni þá við afsláttinn sem að viðkomandi með. Þannig að hérna þurfum við að tengja og setja inn kassaforðana og til þess að rauninni allt renni saman smurt. Nú, þegar við erum svo búin að þessu öllu saman, þá þurfum við að huga því hvernig ætlum við að bóka þetta í kerfið okkar. Við erum með það sem við köllum kortauppgjör. Og við stillum þetta rauninni á kortauppgjör, við ætlum að rauninni bóka þetta í verkröð og við erum rauninni að segja, við ætlum að vera með bóka þetta inn á einhvern viðskiptamann sem heitir e-sund. Þannig að við erum rauninni búin til safnreikninga á viðskiptamann sem heitir e-sund. Og við rauninni ætlum að nota líka viðskiptareikningin sund og við erum að bóka þetta inn á ákveðin málaflokk og deild og og það er allt á sumt í rauninni. Færslutextinn verður sundkort. Þannig að rauninni lok hvers dags ætlum við að summera upp alla söluna og bókana inn á viðskiptamaður e-sund og við erum að gera þetta vegna þess að kortafyrirtækin að fara að bjóða okkur upp á það að fá svona kortauppgjör fyrir daginn og þeir rauninni senda okkur færslur sem summera upp per dag, þannig að rauninni til þess að auðvelda alla jöfnun að þá ætlum við rauninni að bara herma eftir þeim og gera rauninni uppgjörð okkar yfir daginn. Þannig að kortauppgjörskerfi verður kynnt núna nánar eftir nokkrar vikur og þar sjáum við hvernig sá hluti virkar. Nú er viðskiptamaður búinn að versla sér kort. Hvernig birtist það okkur? Jú, þá fáum við rauninni svona vefumsókn og þá rauninni sjáum við að Óskar hefur verið að kaupa sér 2 kort og Anton hefur kynnt sér 4 kort, hann finnst svo gott að fara í sund.
Nú og síðan erum við hérna með sundlaugagest sem að er einhver sem að hefur ekki auðkennt sig inn. Þá erum við í rauninni bara með svona einhverja dummy kennitölu sem að er í rauninni bara sundlaugagesturinn okkar. En það þýðir að rauninni að hann keypti miðan á fullu verði. Anton og Óskar aftur á móti voru að kaupa versla sig inn vegna þess að þeir fá afslátt út á einhverjum ástæðum. Þú mátt náttúrulega líka auðkenna það inn án þess að fá nokkurn afslátt en það er líka þá auðveldar að fletta þér upp seinna ef að þú ert kannski búin að týna kortinu þínu eða dottu síminn týndist eða eitthvað því líkt að þá er alltaf hægt að fara hérna inn og fletta því upp. Nú, þetta er svona útlitið sem að notandinn í sveitarfélaginu sem eru í þessu tilfelli í sundlauginni hefur og við getum stýrt aðgangnum með því að fara hérna og sagt að þessi notandi, og það er núna ég, er með aðgang af þessum tegundum og hérna eru upplýsingar hvað viðkomandi má gera. Þessi má breyta stofngögnum, hann má breyta vefumsóknum, hann má afgreiða vefumsóknir og svo vidare. Þannig að við rauninni getum stýrt í svolítið hvað notandinn sem að sér þessar upplýsingar, hvað hann má gera. Og hugmyndin er að til þess að slá inn hverjir hafa afslátt, að þá þarf sá sem vinnur í sundlauginni að vera með aðgang að þessari skrá og hann þarf að geta skráð nýjar færslur hérna kennitölur. Segjum að þetta sé slökkviliðsmaður sem að samkvæmt sínum kjarasamningum á rétt á því að fá frítt í sund. Þá rauninni er búið að setja upp viðskiptamanninn slökkvilið og þann sá sem starfar í sundlauginni, hann er búinn að sjá öll skilríki að þetta sé slökkviliðsmaður, það getur skráðan hérna inn. Það er líka skráður gildistíma á hvaða afslátturinn gildi lengi. Nú, ég held að ég sé nú búin með að fara yfir flesta hlutina hér og ætla núna að leyfa Anton að koma af stað. Takk fyrir. Góðan daginn, Anton Stefánsson heiti ég. Ég ætla að taka að mér að sýna ykkur framendavirknina fyrir veskirslausnir. Eins og þið sjáu á skjánum fyrir framan ykkur þá er ég að deila úr símanum mínum og Wise er greinilega að fara að bjóða upp á sundkort, bókasafnskort og endurvinnslukort. Þessar upplýsingar koma beint úr BSI og hægt er að stilla allt þar inni. Ef við gröfum okkur aðeins dýpra ofan í til dæmis sundkort Wise, þá sjáum við að þar eru nokkrir miðar í boði. Það er stakumiði, 10 miðar, 30 miðar og árskort. Eins og maður sjá þá stendur rafræn innskráning hjá árskort. Þessi stilling er stillt í BSI. Það er búið að ákveða að árskort verður að hafa rafræna innskráningu. Þá fáum við kennitölu og nafn frá Ísland.is. Það er fyrir aðeins ofar aftur á síðuna. Þá sjáum við að það er rafræn innskráning efst líka. Þessi rafræna innskráning er aðalega hugsuð fyrir til dæmis starfsmenn sveitarfélaga eða eldri borgara eða einhverja sem eiga afslætti í kerfinu. Þið sjáu að 10 miðar eru 4.500 krónur. Ef ég fer í gegnum rafræna innskráningu, slæ hérna inn símanúmerið mitt inn á Ísland.is og bíð eftir að komi PIN-númerið. Ég mun blurra þennan part svo þið sjáu ekki símanúmerið mitt og PIN-númerið og allt það. Þá er ég sendið tilbaka inn á síðuna og þá get ég farið í sundkort. Þá sjáu þið ég sé innskráð sem Anton Stefánsson og nú eru verðin öll orðið helmingi lægri. Það er þegar ég er skráður í 50% afslátt inn í kerfinu. Ef ég fer í gegnum 10 miða, þá sjáu þið að 10 miðar eru á 2250. Netfangi þarf alltaf að koma fram. Ég slæ það inn hérna, ég samþykki skilmála. Skilmálar eru hér á ólæsilegu formati, sem sagt bara hjá Wise, þar sem við erum ekki búin að hanna skilmála. Og hér má sjá sleppa valitorskrefinu út af því að þetta er sýnidæmi hjá okkur. Þetta mun að sjálfsögða hvergi sjást og ekki þessi virkni verður neins staðar til staðar.
Þannig ef ég fer í gang frá greiðslu þá er alveg sem ég sé búin að fara inn á Eldor, borga og enda inn á kvittana síðunni. Hér má sjá miðið hinn, hvenær hann var keyptur, 10 miðar og upphæðin. Hægt er að skanna sig inn í til dæmis sundlaug með þessu QR-kóða ef er að ræða til dæmis stakan við hann. Einnig er hægt að setja þetta upp sem veski í símanum sínum. Hér eru takki sem heitir fyrir Android og fyrir iPhone og síðan opni vafra. Ég er í Android, ég ætla að opna hér. Þá opnast veskislausnin mín. Hér má sjá Wise-kortið. Þetta er sundlaug Wise, 10 miðar, nafnið mitt og hvað maður skiptið eftir og QR-kóðan til að skanna. Og gildistíminn það er bara mismunandi stillt niður á til dæmis áskort, þá er það ár. Og aftan á kortinu er hægt að sjá alls kyns upplýsingar kortið. Og síðan þegar búið að skanna einu sinni þá dettur skipti eftir niður 9 og svo framvegis, síðan þegar kemur 0 þá afvirkjast kortið. Og þetta kort fer inn í veskislausnina á þínu viðkomandi síma eins og þið sjá hér í ökuskírteini mitt og Ferðafélag Íslands. Þetta var svona gróf yfirferð yfir veskislausnir og ég þakka fyrir mig. Já, sæl. Þannig var nú það. Nú er ég búin að opna þá bara fyrir ef það einhverjar spurningar eða þið viljið fá að vita hvað aðeins meira lausnina sem við glemdum að segja ykkur. Nei, engar spurningar. Ok, þannig að ég geri þá ráð fyrir að þetta hafi bara verið skýrt og skilmerkilegt hjá okkur og bara þakka ykkur fyrir í dag og ef þið hafið einhverjar spurningar sem þið viljið hugsa þetta og viljið senda okkur einhverja fyrirspurning þá bendi ég á sveit@vice.is eða rauninni bara hafa samband við okkur. Það þakka ég bara kærlega fyrir í dag.